síðan var auðvitað leikurinn í kvöld í Kaplakrika, leikur 2. F-fáingar eru búin að jafna þetta einvígi. Þeir unnu, já, öruggan sigur getur sagt 31-25 og svona við ætlum að rýna í fyrri hálfleikinn og byrja þar, Rakel, á Garðari sem við munum koma nánar á honum aftur í seinni hálfleik en Garðar Ingi Sindrason, já, hann hefur alveg verið að mæta til leiks en hann var svakalegur og F-fáingar náðu undirtökunum í fyrri hálfleik strax í leiknum eiginlega. Já, Garðar einhvern veginn, maður sá það bara strax á fyrstu mínútunum, hann var mættur og klár, bara aggressífur, náði að búa til hann einhver 3 færi bara í fyrstu og að skora og að taka Þorgils þarna út af í 2 mínútur, þetta allt bara á fyrstu mínútunum og hann var bara frábær í þessum leik og svona, já, við vorum ekki ánægð með hann kannski síðasta leik og hefur svona alveg átt aðeins inni í þessu úrslitakeppni í raun og veru ef við tökum líka aðeins einhverja leiki á móti Haukunum en þessi leikur er bara frábær hjá honum og hér hann algjörlega bara að leiða liðið, bara sýna það að hann sé til í að leiða og bara vera leiðtogi. Þetta líka bara svolítið óþvinga, hann bara, maður sér oft líka svona örvæntingu ef einhver leikmenn eiga kannski down-leik eða lélega leikinn á milli og þá kemur svona þvingaður leikur næstu og svona reynir að koma þér í færi og svona óþægilegt, en þannig bara í róliheitum og skapa færi þegar einhvern veginn honum finnst þetta detta fyrir sig og þetta bara mjög vel gert hjá honum. Magnús Óli Magnússon kunni vel við sig í kriganum framan af og hann byrjaði rosalega sterkt viknir. Já, heldur betur. Mér stendi það að við verðum að fara að sjá stjörnuframmistöðu frá Magnús eins og við þekktum hann. Hann byrjaði miklum krafti og var með 2 mörk og 2 stoðsendingar bara strax á fyrstu 10 mínútunum og krafturinn í honum var svakalegur. Hann fer í eina árás eftir á móti Birki. Það var alvöru átök þar, 2 alvöru skip. Já, við ætlum að sýnum það einmitt hérna. Já. Birkir 2 mínútur. Já. Það er spurning hvort það var að gefa 3 mínútur að það. Já, það sogast bara með Magnúsi. Krafturinn var þannig í Magnúsi að fyrstu. En síðan var kannski ekkert mikið að frétta Magga eftir þetta. Nei, hann komst ekki aftur einhvern veginn í taktu. Þetta rótir aðeins og Bjarni Selvindi kemur aðeins inn og leysir hann aðeins af hólmi og svona, já, Maggi kemst einhvern veginn ekki aftur í ekki þennan takt allavega. En sko, Gunnar Róberts, hann á síðan 2 rosaleg mörk. Já, hann tekur eiginlega bara svolítið við af Magga og tekur svolítið á skarið. Hann þarna með eina bombu, heldur svona ég vil segja vala aðeins nálægt F-fáingum því að varnarleikur F-fáinga var mjög góður í fyrri hálfleik, svo kemur þetta stuttu seinna. Hann bara einhvern veginn svona dansandi kringum þessu keilur á tímabili og var upp og niður völlinu og var þeim mjög erfiður. Þetta rosalegur stúðningur. Og Rakel, ég meina Ómar Darri, hann hélt bara uppteknum hætti og hérna hann hérna með 2 í fyrri hálfleik bara á 10 metrunum. Já, og bara því líka skottækni, hann að hoppa þarna ykkur 10 og svo annað bara enn lengra aftur af vellinum og gera þetta eins og þetta er í raun og veru bara án undirbúins að komið svona smá þrot í sóknarleikin þegar voru komnir aðeins í vesen og hann bara þarna klippir það í raun og veru bara úr snörinni bara upp á sitt einsdæmi, kemur og nær þessum því líka stökkkrafti og getur í raun og bara allt markið í raun og veru opið fyrir hann, getur bara valið og bara því líka skottækni líka og því líka sleggja sem þessi drengur er. Svo líka bara hávaxinn og hangir vel, hann bara móti einni blokk, hangir vel og bara eiginlega býður svolítið eftir hvað Björgvin ætlar að gera sko og velur sér hot. Má ég taka gamla, pappasamlíkingu, eða svona eldri mannasamlíkingu, er hann sambland af Alfred Gísla og Atla Hilmas? Já, það ekki leiðum að líkjast.